Góðan daginn, gott fólk. Ég vil byrja á því að biðjast velvirðingar á töfum á bæjarstjórnarfundi í dag. En með þeim orðum ætla ég að setja fund númer 224 í bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga. Það er miðvikudagurinn 11. september og klukkan er 17:45. Fundin sitja sá sem hér stendur, Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Kristinn Björgvinsson og svo varabæjarfulltrúarnir Ingþór Guðmundsson og Ragnar Karl Kai Fransen. Einnig ritar fundargerð Guðrún P. Ólafsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu. Á dagskrá bæjarstjórnarfundar eru 4 mál í dag: endurskoðun aðalskipulags, valkostagreining, annað mál og svo 2 fundargerðir, annars vegar bæjarráðs og frístundamenningarnefndar til kynningar. Og við vindum okkur í dagskrána. Það er fyrsta mál á dagskrá, endurskoðun aðalskipulags 2024 til 2040 og orðið er laust. Enginn vill kveða sér hljóðs, þá legg ég til að þeir sem samþykkja endurskoðun aðalskipulags sem verður þá með þeim hætti að vísa aftur til skipulagsnefndar gefi merki. Þannig að afgreiðsla bæjarstjórnar er að bæjarstjórn samþykki þetta samhljóða með 7 atkvæðum að vísa málun aftur til skipulagsnefndar. Þá er það annað mál á dagskrá. Og það er valkostagreining vegna sameiningar sveitarfélaga, en eins og bæjarfulltrúum og þeim sem sitja í verkefnahóp er kunnugt, hefur verið óformlega viðræði milli sveitarfélagana 3, sveitarfélagsins Voga, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar. Og við tökum því fyrir mál, 3. mál á dagskrá sem var á fundi bæjarráðs nr. 407. Staðan á óformlegum sameiningarviðræðum sveitarfélagana, þar sem bæjar að vísa málum til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og orðið er laust undir þessum lið. Gerðu svo vel, Björn. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég held að það sé svona ágætt á þessum tímapunkti að rifja eins upp forsögu þessa máls og ástæða þess að það er komið á þennan stað hérna núna. Og það var í tíð síðustu bæjarstjórnar að ákveðið var í samvinnu við KPMG, eða var nú líklega RR ráðgjöf á þeim tíma, að fara í valkostagreiningu fyrir sveitarfélagið og skoðaði voru valkostirnir Reykjanesbær, Suðurnesjabær, Hafnarfjörður og Grindavík. Bæjarstjórn tók spjalli við þessa aðila og lýstu þeir vilja til að taka samtalið áfram, auk þess sem haldinn var íbúafundur málið. Ekki komst málið lengra á þeim tíma og fóru fram kosningar og ákveðið var að ný bæjarstjórn tæki ákvörðun framhald þessa máls. Það var svo fyrir rúmi ári síðan að núverandi bæjarstjórn ákvað að athuga hvort vilji væri til óformlega viðræðna sameiningu. Til fundar við okkur komu Grindavík, Reykjanesbær og Suðurnesjabær. Reykjanesbær og Suðurnesjabær reyndust vera til í að taka samtalið áfram, en Grindavík steig út. Í kjölfari var stofnuð nefnd sem í voru skipaði bæjarfulltrúar allra þessa 3 sveitarfélaga og frá okkur, og bæjarstjórnir voru þar líka, og frá okkur var ásamt Birni Erni og Kristni, bæjarstjórn okkar sem hefur skipað formennsku í þessari nefnd. Nefndin hefur hrist á reglum fundum þar sem velt hefur upp kostum og ókostum þess sem að sameiningu gæti hlotnast. Ber þar helst að nefna útkomu jöfnunarsjóðs, löndin og sveitarfélagana sem er eigu ríkisins, samgöngur og fleira. Vissulega hefði maður viljað að komnar hefði verið meira afgerandi niðurstöður í því sem að ríkinu snýr áður en ákveður að fara í formlega viðræður, en svo staða virðist bara ekki verið á borðinu. Hvað mína parta snertir, þá vill ég fá upp á borðið alla þá kosti sem og ókosti sem að þessari sameiningu munu hljótast, en þeim spurningum verður líkast til ekki svarað nema að fara í formlega viðræður. Nú að þeir loknum geta þá allir glöggvæðsáðir niðurstöðum sem þá liggja fyrir og ferli mun alltaf á enda í íbúa kosningu. En það sem við munum greiða atkvæðum það hér á eftir hvort að við viljum vísa þessu til annar umræðu, þá
er ég bara að gera grein fyrir mínu atkvæði hér að ég mun gera það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn. Og orðið er ennþá laust. Ef einhverju vilja kveða sér hljóðs. Á meðan að orðið er laust þá kannski grípi ég inn í líka og aðeins að koma mínu vangaveltum á framfæri og taka undir með Birni þetta í þessari yfirferð sem hann fór í gegnum þetta, forsögun og annað. Ég held að sé mjög mikilvægt að við þessar aðstæður að þá skoðum við mjög gaumgæfilega einmitt hvernig og hvaða kostir og gallar í þessu, og það líka, við höfum alveg gert það bæði í verkefnahópnum og líka bara í spjalli meðal bæjarfulltrúa að menn hafa alltaf verið að velta fyrir sér einhverju millileik. Getum við vitað meira fyrr? Getum við fengið meira upp á borðið fyrr? En það virðist ekki vera raunin. Það er því okkar að taka ákvörðun það hvort halda skuli áfram í þessa vegferð, þar sem að okkar markmið hlýtur að vera að leita eftir bestu og mestu þjónustu fyrir okkar íbúa og mestu hagræðingu sem gæti skapast af því. Það eru margir þættir sem ósvarað, samtali við ríkið, eins og þau mál sem að Björn kom hér inn á áðan, sem í forgrunni í verkefnahópnum, og svo það hér samtal bara milli þessara sveitafélaga þeirra áherslur, hvað fólk vill fá út úr slíkri sameiningu. Það því mjög mikilvægt að við vöndum til verka, og ég segi eins og Björn hér áður að ég tel það mjög mikilvægt að taka þetta skref einfallega til þess að fullvissa okkur það hvað við getum gert okkar íbúum til heilla. Og orðið er ennþá laust og engi vill kveða sér hljóðs. Þá ætla ég með þeim orðum að fá að lesa hér bókun bæjarstjórnar varandi þetta mál, og hún hljóðar þannig: Í febrúar 2024 samþykktu sveitarstjórnir sveitarfélagsins Voga, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar að skipa verkefnishóp til að leiða óformlega viðræður sameiningu sveitarfélagana og vinna mat á því hvort fýsilegt að hefja formlega viðræður sameiningu sveitarfélagana samkvæmt 119. grein sveitarstjórnarlaga sem leki með íbúakosningu. Á 393. fundi sínum þann 7. febrúar 2024 skipaði bæjarráð sveitarfélagsins Voga fulltrúa í verkefnishópin. Verkefnishópurinn hefur tekið saman greinargerð með ýmsum upplýsingum stöðu sveitarfélagana, skipulag þeirra og þjónustu með aðstoð ráðgjafa KPMG. Við mat á því hvort fýsilegt sé að hefja formlega viðræður sameiningu sveitarfélagana hefur verkefnisstjórn skoðað ýmsa þætti varandi rekstur þeirra, fjárhag, íbúasamsetningu og fleira til að varpa ljósi á það hvort líklegt megi telja að sameining yrði íbúum til hagsbóta. Að mati verkefnastjórnar forsenda fyrir farsælli sameiningu sveitarfélagana að reglum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verði breytt þannig að framlög til sameina sveitarfélags verða lágmarki ekki lægra en samanlögð framlög til sveitarfélagin í dag, og að sameina sveitarfélag fái yfirráð yfir landi í eigu ríkisins innan marka þess til jákvæðrar uppbyggingar húsnæðis og atvinnulífs. Jafnframt telur verkefnisstjórn nauðsynlegt að mótuð verði skýr stefna bættar almenningssamgöngur milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja sem taki mið af núverandi þörfum íbúa og atvinnulífs á svæðinu sem og uppbyggingu á svæðinu til framtíðar. Bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga leggur áherslu á að ná fram ásættanlegri niðurstöðu varandi þessi atriði sem geta ráðið úrslitum hvort samstarfsnefndin og sveitarstjórnin viðkomandi sveitarfélaga mæli með því að tillaga sameiningu verði samþykkt í íbúakosningu þegar og ef til hennar kemur. Hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar nú þegar tekið máli til afgreiðslu og samþykkt á fundi sínu þann 3. september síðastliðinn að vísa tillögum að hefja formlega viðræður við sveitarfélögin 2
annað hvort eða bæði og skipan í samstarfsnefnd til síðari umræðu. Á grundvelli framangreins og með vísan í 119. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 samþykki bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga að vísa tillögu sama efnis til síðari umræðu. Ég ber þessa bókun upp og þá þessa afgreiðslu hvort að bæjarfulltrúar sem gefa merki að samþykja að vísa þessu máli til seinni umræðu í bæjarstjórn vinsamlegast gefið merki. Og bæjarstjórn samþykki þar samhljóða með 7 atkvæðum að vísa málinu til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þá erum við komin í 3. mál og 4. mál. Ég tek þau bara hér saman til kynningar. Það er fundargerð bæjarráðs númer 407 og fundargerð frístunda menningarnefndar númer 116 orðið laust. Og engin kveður sér hljóð sem það, þannig að það eru þá lagðar fram og þá slít ég hér með fundi bæjarstjórnar með hamasögg. Takk fyrir.